þessu dæmi ætlum við að finna formúlu fyrir endu afleiðu falsins f af x játt á 1 á móti 2 mínus x og við ætlum að reyna að finna út hvernig svo afleiða myndi vera og svo ætlum við að sýna með þrepun að formúlan sé rétt. Það sem við byrjum á að gera er að segja, ok, til að finna enda afleiðuna þá þarf ég bara að diffra n-sinum. Þannig að ég pröfa að diffra hérna nokkur sinnum og reyna að sjá hvert munstri er, reyna að sjá fyrir hvernig næstu afleiðun myndi verða. Ég byrja á að skrifa f af x er 1 á móti 2 mínus x eða 2 mínus x í mínus fyrsta. Þá er f diffrað er þá mínus 1 sinnum 2 mínus x í mínus öðru, drega 1 frá veldinu, sinnum innrafalli diffrað. Þegar ég diffra innrafalli þá fæ ég 0 mínus 1. Þannig að allt er með 1 á móti 2 mínus x í öðru. Svo diffra eftir. Ég fæ mínus 2 sinnum 2 mínus x í mínus þriðja sinnum innrafalli diffrað. Svo nú er ég að hugsa þetta hérna sem 2 mínus x í mínus öðru. Það er þægilega þeir diffra. Ok, þannig að hér stendur 2 á móti 2 mínus x í þriðja. Diffrum aftur. Ég fæ 2 sinnum mínus 3 sinnum 2 mínus x í mínus fjórða sinnum innrafalli diffrað. Eða 2 sinnum 3 deilt með 2 mínus x í fjórða. Mínus 1 hérna styttist út á mínus 1 hér. Það verður 1, heitir það. Pröfum að diffra einu sinni enn og núna sjáum við í staðin fyrir að skrifa 1, 2, 3, 4 strik hérna uppi þá skrifa ég bara, ég ætla að diffra 4 sinnum, þá skrifa maður það í svona sviga. Og við segjum diffrum þetta 4 sinnum, þá erum við með 2 sinnum 3 sinnum mínus 4 deilt með 2 mínus x í 5 sinnum innrafalli diffra sem er mínus 1. Það er að segja 2 sinnum 3 sinnum 4 deilt með 2 mínus x í 5. Nú erum við farin að sjá kannski eitthvað munstur. Við sjáum að næst myndi diffra einu sinni en það myndi bætast við sinnum 5 hérna uppi, svo myndi bætast við sinnum 6 og svo framvegis. Og hérna veldið á þessu sem er undirstriki hækkar alltaf 1. Þegar diffra einu sinni var veldið 2 hérna undirstriki, þegar ég diffraði 2 var veldið 3, þegar ég diffraði 3 var veldið 4 og svo framvegis. Þannig ég hugsa að enda afleiðan sé 1 sem 2 sem 3 sem 4 alveg upp í n, það er að segja með öðrum orðum n hrópmert, deilt með 2 mínus x í veldinu n plus 1, einum hærri en fjöldin sem ég er búin að diffra. Og nú er ég búin að setja fram tilgátu og núna þarf ég einhvern veginn að reyna að sýna fram á að þetta sé sannarlega rétt hjá mér, að svona sé enda afleiðan fyrir þetta fall. Og til að gera það, þá notum við þrepun. Við sýnum þetta með þrepun og í þrepunin er alltaf 3 skref. Fyrsta skrefið er að sýna þetta gildi fyrir n í eftir 1. Og hér ætti ég að skrifa að sýna með þrepun að formúlan, ef að kalla hana stjarna, gildi fyrir öll n. Öll n sem eru náttúrulega tölur þar að segja. Og fyrsta stæki í þessum mengi náttúrulega tölur er 1. Þannig ég byrja á að sýna formúlan gildi fyrir 1. Nú, þá til að sýna það, þá pröfa ég fyrst að setja inn í vinstri hliðina og reikna út úr því og svo eftir setja ég inn í hægri hliðina og reikna út úr henni. Ok, ef ég setja inn í vinstri hliðina þá stendur vaff diffrað einu sinni. Þetta skrifum við yfirleitt bara vaff diffrað, sé svona. Nú pröfum að diffra falla okkar og ef við ekki hafa f hérna, f af x er 1 á móti 2 mínus x, sé svona. Og ég diffra þetta fall, þá fæ ég mínus 1 deilt með 2 mínus x í mínus öðru, nei, í öðru fyrirgefið, sinnum innrafalli diffra sem er mínus 1. Ok, þetta er vinstri hliðin. Ef við setjum í hægri hliðina hérna, 1 hrópmert deilt með 2 mínus x í 1 plus 1. 1 hrópmert er akkurat 1, þannig að 2 mínus x í öðru. Þannig að við sjáum að vinstri hliðin mín er alveg svo sama og hægri hliðin. Ég fæ það sama báð með jafnamerki. Mínus 1 sem mínus 1 verður 1. Ok, þannig að formúlan gildir fyrir n í eftir 1. So far so good. Svo kemur skrifa nummer 2.
Í skrifum nr. 2 þá gerum við ráð fyrir að formúlan okkar sé rétt fyrir eitthvað eitt n og sýnum að ef það er tilfellið að þá er hún líka rétt fyrir næsta n og eftir, nefnilega n plus 1. Þannig að það sem ég ætla að sýna, það er að þetta hér gildi, sem ég ætla að gefa mér, það er að þetta hérna gildi. Ok, nú förum við byrjum bara með vinstri hliðina hérna, fn plus 1 sinni diffrað. Nú, hvernig fæ ég n plus fyrstu afleiðuna? Hvernig fæ ég fjórðu afleiðuna? Ég fæ hana með að diffra þriðju afleiðuna. Þannig að ég ætla að fá n plus fyrstu afleiðuna, þá þarf ég að diffra endu afleiðuna. Þetta hér sjáðu því bara diffra með tilliti til x, þetta hérna. Og ef ég diffra endu afleiðuna, þá fæ ég n plus fyrstu afleiðuna. Nú, þetta kemur sér vel fyrir okkur, vegna þess að þessa endu afleiðu þekkjum við. Við gerum nefnilega ráð fyrir að hún væri akkurat svona. Þannig ég get sagt, ég þarf þá bara að diffra hérna hægri hliðina í þessu. N hrópmerkt deilt með 2 minus x í veldinu n plus 1. Og þetta gildir hérna samkvæmt þrepunarforsendunni. Tökum alltaf fram hvenær við notum þrepunarforsenduna. Þrepunarforsendun er þetta hér. Nú, ef þetta er rétt, þá er þetta bara eitthvað fall hérna. Ég þarf ekki að diffra n sinni, ég þarf bara að diffra einu sinni. Þannig að ég segi, ok, skrifum þetta sem n hrópmerkt sinnum 2 minus x í veldinu minus n plus 1. Og diffrum þetta, þá fæ ég n hrópmerkt sinnum n plus 1 sinnum minus 1 sinnum allt veldið hérna sinnum 2 minus x í veldinu minus n plus 1 minus 1, drega 1 frá veldinu og svo sinnum innrafallið diffrað. Innrafallið diffrað er 2 minus x, þannig að það diffrað verður minus 1. Þannig að við segjum, já, minus 1 og minus 1 verða 1, undir striki stendur 2 minus x, og skrifum þetta aðeins betur hérna. 2 minus x í veldinu n plus 1 plus 1, og upp á striki stendur n hrópmerkt sinnum n plus 1. Nú, n hrópmerkt sinnum n plus 1, það er n plus 1 hrópmerkt. Við getum hugsað að þetta er n hrópmerkt, það er n margfaldið með öllum heiltölum neðan n, niður í 1 og svo margfaldið með einni stærri tölu, þá fæ ég þessi einni stærri tölu hrópmerkt. Skulum pröfa að taka dæmi bara, ef ég væri með 4 hrópmerkt sinnum 5, þá er þetta hérna, 5 er einum stærri talan 4 og 4 hrópmerkt er 1 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 4, svo margfaldið ég með 5 og hvað er ég þá með hérna? Ég er með akkurat 5 hrópmerkt. Og nákvæmlega sama ef ég er með n plus 1, þannig að upp á striki hérna fæ ég n plus 1 hrópmerkt. Og svo berum við saman. Þetta hér er akkurat það sem ég vildi fá, akkurat það sem ég vildi sína fram á. Þannig að við getum álíktað að formúlan sé rétt hjá okkur fyrir öll n sem eru náttúrulega tölur. Sér svona. Þannig að við settum fyrst fram tilgátuna með því að diffra nokkur sinnum og svo pröfuðum við tilgátunin okkar af með þrepun. Og nú þarf ég að sjá hvort ég geti slökkt á þessu. Kemur hér.